Í fjárlögum sem samþykkt voru fyrir árið 2015 kemur fram að takmarka eigi aðgang nemenda 25 ára og eldri að bóknámi. Þessi ákvörðun hefur víða mætt harðri gagnrýni en Oddný Harðardóttir, þingmaður Samfylkingar, er ein þeirra sem talað hefur gegn þessum aðgerðum. Og ég hef mótmælt þessu því að þetta er ekki bara slæm menntastefna, heldur afar slæm byggðastefna. Þetta þýðir það að fólk út land sem hefur náð 25 ára aldri og vil klára stúdentspróf getur ekki gert það í heimabyggð. Það getur ekki farið í fjölbrautaskólann í bænum sínum og klára stúdentsprófið og farið síðan í háskóla og tekið starfsnám. Og þetta hefur slæmar afleiðingar bæði fyrir einstaklinga en líka fyrir samfélagin út land. Og ég þekki persónulega margar konur sem að hafa af einhverjum ástæðum ekki geta klára stúdentspróf, hafa orðið veikar, barnshafandi, bara ekki haft peninga og þurftu að gera hlé á námi en hafa síðan farið í skólana í bæjunum sínum, tekið fjarnám hér við Háskólann á Akureyri og mennta sig til kennara eða hjúkrunarfræðistarfa og eru síðan mjög mikilvægar stoðir í samfélagunum sínum og það er verið að loka fyrir þetta og þetta finnst mér ekki ganga og við þurfum að mótmæla kröftulega og það kemur í ljós þegar við skoðum tölurnar, nemendafjöldatölurnar núna í haust og berum saman við síðasta haust að þá hefur nemendum í bóknámi sem hafa náð 25 ára aldri fækkað 40%. Það eru 447 nemendum færri núna heldur en í fyrra. Skólarnir tóku eða leyfðu fólkinu sem var byrjað í námi að halda áfram en höfnuðu flestum öðrum. Eins og þessi hefur verið stillt upp í fjölmiðlum þá virðist þetta bara ná yfir alla bóknám og verknám en það er ekki svo, þetta er aðeins bóknám en heldur þetta hafi samt víðtækari áhrif, heldur þetta hamli fólki og fólk kannski ákveði að fara ekki í nám bara því að þá skilaboðin er einhvern veginn þannig. Já, þetta er letjandi, svo sannarlega ekki hvetjandi fyrir þennan aldurshóp og það kemur líka ljós þegar maður rýnir þessar tölur frá menntamálaráðuneytinu að fólki í starfsnámi og í þessum aldurshóp hefur líka fækkað umtalsvert eða rétt 300. Þannig að við vitum það að þegar þessi skilaboð náðu ekki alla leið, fólk hélt að þetta væri bara fjöldatakmarkanir á alla sem hefur náð 25 ára aldri, þannig var talað þetta en auðvitað er það ekki þannig að það er mjög mikilvægt að þeir sem hafa náð 25 ára aldri og vilja fara í starfsnám að þeir fælist ekki frá út af þessu. Nú eru íslenskir framhaldsskólanemendur, þeir koma vist ekkert sérstaklega vel út í samanburði við nágrannalöndin þegar kemur að því að klára námið sitt. Það er að segja að þeir sem hefja nám eru ekki að klára námið sem skyldi. Heldur að þetta sé bót í máli þar? Já, þú meinar þetta gæti virkað sem hvatning að klára námið. Það má vel vera að það gildi sem hvatning fyrir einhvern hluta fólks en yfirleitt er það nú af einhvern sérstökum ástæðum sem að ungmennin víkja frá námi eða halda ekki áfram og mér finnst svo brjálæðislega ruglað, ég á ekki nógu stór orð til að lýsa því að fara að banna fólki sem að einhverjum ástæðum hefur farið frá námi. Við búum nú til dæmis við mjög sveiflukennt hagkerfi. Það er verið að ýta á ungmennin að fara í vinnu áður en þau ljúka námi þegar að þannig er ástand í okkar samfélagi og það gengur í svona bylgjum. Mér finnst samfélagi bera einhverja ábyrgð á því og síðan, eins og ég segi, geta þau orðið veik, ungar stúlkur verða mæður og fjölskyldur búa við kröpp kjör og það er svo margar ástæður og nú það getur vel verið fyrir einhvern sem er hvatning að klára en fyrir hina sem hreinlega bara geta ekki klárað þá er þetta bara refsing. Þá er bara búið að skerða möguleika þeirra til náms vegna þess að þó að þeim sé vísað á einkaskóla sem að bjóða svona háskólabrú eða frumgreina deildir þá er þeir aðeins á 3 stöðum á landinu og það er ærinn tilkostnaður fyrir fólk og það þarf að önnin kostar frá 85.000 upp í 225.000 og það þarf að ferðast langan veg og svo framvegis og taka sig upp með börn og bú ef fólk ætlar að fara þá leið. Þannig að þetta er klárlega
verið að skerða möguleika fólks til að mennta sig og það slæmt fyrir einstaklingana en það líka afar slæmt fyrir samfélagið í heild sinni því við fáum þá ekki að njóta menntuna þeirra og starfskrafta. En nú hefur menntamálaráðherra sagt að hann vilji tryggja menntuna möguleika fyrir akkurat þennan hóp, 25 ára pluss. Hefur einhverjar hugmyndir hvað það nákvæmlega og í hverju það felst? Það felst í því að vísa þeim á 3 skóla, Bifröst, Háskólann í Reykjavík og Keili á Suðurnesjum. Og það bara ekki sambærilegt. Mér finnst þetta líka, því ég sit nú í fjárlaganefnd og við erum að velta við hverri krónu, þá þetta ekki sparnaður og í krónumtali fyrir ríkissjóð. Ríkisendurskoðun fjallaði ágætlega það í skýrslu sem þeir gáfu út árið 2012 og svo með eftirfylgni skýrslu sem nýleg, að í raun ríkið að greiða jafn mikið með bóknámsnemendum í þessum frumgreinadeildum og bóknámsnemendum í framhaldsskóla. Þannig að ef þetta á að kalla á sparnað hjá ríkissjóði, þá menn hreinlega að gera ráð fyrir það fari færri nemendur í nám á þessum aldri. Og það menntastefna sem við viljum? Fyrst þetta stríða gegn svona því grunnsjónamiði að menntun sé fyrir alla? Algjörlega. Og mér finnst líka þegar fólk að tala núna framhaldsskólan, hann eigi vera ungdómsskóli og svona og það sé svo mikilvægt og það sé ekki hægt að blanda saman aldurshópum, þá finnst mér við vera að fara aftur fyrir 1960 með framhaldsskólan. Það mikið af framhaldsskólakennurum sem hafa sagst vera mótfallnir þessu. Heldur að það hafi mögulega eitthvað með launakjör þegar að gera, færri nemendur læri laun? Ég efast nú það í þessu tilfelli. Að því í rauninni, það sem virðist vaka fyrir stjórnvöldum, með allavega rökin sem komu þegar við vorum að ræða fjárlögin síðast, voru þau að ef þú ert með færri nemendur í skólanum, þá getur sett meiri pening á hvern nemanda og komið til móts við faglegar kröfur. Og þetta svona falleg orð til að segja, launkennara hækkuðu, við þurftum að finna peninga fyrir þeim og þá ákveðum við að fækka í skólanum. En getur verið að þurfa að hugsa bara allt dæmið upp á nýtt? Er það endilega það besta að 35, 45, 55 ára einstaklingur sem að koma aftur í framhaldsskóla sitji með 17 ára úlingum? Er það endilega mest eflandi? Það má vel færa rök fyrir því að það sé betra að hafa fólk saman í námi sem á svipuðum aldri en að banna þeim að fara í framhaldsskólana í heimabyggð. Það er það sem ég að gagnrýna. Og heldur að það sé einhver vettvangur til þess að ræða þetta áfram? Hefur þú trú á því að þetta verði dregið tilbaka? Ég mun berjast fyrir því og við í Samfylkingunni minnsta kosti og vonandi stjórnarandstaðan öll mun sameinast breytingatillögur til þess að reyna að brjóta þetta bak aftur.